Jæja, góðan daginn. Ég ákvað að halda bara fyrirlestur eða taka fyrirlesturinn upp að ég var svo hrædd ef nettengingin væri léleg á tenni. Ég ætla bara að byrja fyrirlesturinn og við erum komin þá í kafla 4 sem er um orku líkamans. En bara svona almennt um orkuna að við getum skoðað þetta svolítið út frá því að hugsa að líkamann okkar sé eins og bíll. Hann þarf eldsneyti til að geta starfað líkt og bíll þarf bensín, olíu eða rafmagn. En líkaminn gengur fyrir orku sem hann fær úr fæðunni sem við neytum. Og þegar við borðum mat erum við í raun að taka inn orkuefni sem líkaminn getur umbreytt í það afl sem hann þarf til að hreyfa sig. Og það getur falist þá bara í grunnorku eins og að hugsa, anda og viðhalda bara líkamsstarfseminni. Og orkan sem við fáum úr mat er mæld í kílókaloríum eða kaloríum, hitaeiningum, og það er svo sama eining sem við notum þegar við tölum um orkuna sem líkaminn notar. Grunnorkan eða BMRI er sú orka sem líkaminn þarf til að sinna grunnstarfsemi sinni. Það er að segja starfsemi sem fer þá fram þótt við séum í algerri hvíld. Þetta er til dæmis bara þegar við sofum að þá slær hjartað, það er að koma að dæla blóðið út í líkamann. Við erum að draga andann til þess að draga koltvísýringinn og fá súrefnisríkt blóð. Þetta er alls svona grunnstarfsemi og jafnvel bara eins og það viðhalda líka líkamshita. Bara sú orka sem fer í að halda okkur á lífi, án þess að við hreyfum okkur eða vinnum nokkuð meðvitað. Og dæmi um grunnstarfsemi með eins og ég segi, hjartsláttur og andardráttur og viðhalda líkamshita. Og einmitt þannig að thermogenesis, þá erum við líka að tala um svo varmamyndun sem tengist á þessi hita áhrifum til dæmis bara næringarefnanna. En það fer orka í það, til dæmis að melta og að vinna úr matnum. Þetta tengist líka bara hitavirkni þegar líkaminn eykur svona varmamyndun til að halda okkur í hita. Og jafnvel bara svona óreglulega stundum þegar við erum að hreyfa okkur, þá þarf að kæla líkamann niður og svona að bregðast við því. Það er svona það bil 70% af heildarorkunotkun líkamans fer þá í grunnorkuna og er sem sagt bara stærsti hluti orkuna sem við brennum á hverjum degi. En til þess að finna út hver grunnorkan er hjá hverjum og einum þá þurfum við að geta metið hversu mikla orku líkaminn þarf og þá notum við þessa formúlu sem er þá Harris-Benedict formúlan sem byggir á mælingum á líkamsstærð, hún byggir á aldri, þyngd og kyni. Það er svona að stærri líkami þarf yfirleitt meiri orku og með aldrinum þá hægist á efnaskiptum. Það er svona þetta er þá þessi til dæmis eins og verið kallað að þá væri þetta fyrir ofan formúlan og mér finnst rosalega góð regla að taka bara að vinna út frá svigunum, byrja bara fyrsta svigunum með hvað kallar maður 13,7516 sinnum kannski, hvað ég var að segja, 72 kíló og þá er komin einhver ákveðin tala og síðan myndi ég bara vinna með næsta sviga og fá niðurstu út frá honum, skrifa það niður og svo framvegis. Og síðan myndi ég taka alla töluna sem ég verið að koma með, þá er þetta 4 tölur og fá út úr þessu. Taka mitt eftir að við plúsum fyrir plús og mínus að ruglast ekki að því. Við þurfum að kunna þetta til dæmis fyrir prófið. Að geta reiknað út grunnorku út frá þessari formúlu. Við þurfum svo sem ekki að þekkja kannski þessa tölur, þá myndi ég gefa ykkur upp tölunar, en síðan myndi ég þá þið þurfa að reikna út. Og eins og ég segi, því meiri sem þyngdin er, því hærri verður grunnorkuþörfin og líka því hærri sem einstaklingur er og því meiri orku þarf líkaminn til að viðhalda sér, eða ekki? Og þegar við eldumst að þá lækkar grunnorkuþörfin smám saman og það er bara út af vöðvamassa minnkar. Og þið takið kannski eftir því að formúlan er aðeins öðruvísi og til dæmis að það út af líkamssamsetningu karla og kvenna er ekkert alveg svo sama.
Karlar hafa að jafnaði kannski meira hlutfall vöðvamassa og þyngri bein sem eykur þá orkueyðsluna. Og þetta sem sagt eins og sjáið hérna, þetta er formúla sem á aðeins við fullorðna einstaklinga og hjá börnum og unglingum þá getur verið einhver frávik. Og þá er það bara þegar líkaminn sem sagt út af breytilegum efnaskiptum og líkaminn er bara ennþá í svona vexti. Já, ég var að fara yfir þetta einmitt eins og segi, karlhormón leiða yfirleitt til hærra hlutfalls af fitulausum vef, þess að aukinn beinmassi og vöðvamassi, meðan konur eru þá frekar að safna á sig svona fitu og eru með svona stærri fitusvæði, yfir nefnir bara rass, mjaðmir, brjóst og þess háttar. Og, en eins og segi, kvenhormón að almennt er þetta sem sagt ýta undir meiri fitusöfnun og tengist einnig eins og líffræðilegu hlutverki kynhormóna og frjósemi þá. Þetta hérna er bara mjög góð tafla og mæli með að kíkja á hana, hún er líka í bókinni, að þá getum við svolítið það hvað hefur áhrif á grunnorkuna, að það er í kassanum hérna vinstra megin og hvort hún sé að auka eða minnka grunnorkuna. En ég ætla að fara svolítið yfir þetta í fyrirlesturum áður að fara yfir einstök atriði, en endilega kíkja svolítið á þessa glæru eða lesa þetta eins í bókinni, sama myndin er þar. Og þá erum við komin í heildarorkuna, en heildarorkan er þá öll sú orka sem líkaminn þarf á einum sólarhringi og hún samanstendur af grunnorku og þáttum sem hafa áhrif á grunnorkuna, sem er þá kannski líkamssamsetningin, aldur, hormón, hitastig og þess háttar, og allri hreyfingu yfir daginn. Það er svona, núna erum við svolítið að horfa líka á þessa hinar tvær kökunar, hin 30% svona cirka. Og þá er það ofta hvaða álag einstaklingurinn er undir. Það er svona það bil 2/3 af heildarorku fer þá í þessa grunnorkustarfsemi eins og grænu kökuna þarna og það bil 1/3 þá í hreyfingu, meltingu og daglegar athafnir. Og til að setja þetta bara svolítið í samhengi, heildarorka sama sem grunnorka pluss hreyfing, pluss svona kannski einmitt eins og einhver smáatriði þarna eins og með hvort það sé einhver svona virkni eins og við þurfum að hita líkamann erum við í einhverju heitari löndum, svona þessi thermogenesis eða svona varmamyndunin. En til þess að finna út þessa heildarorku að þá eru að horfa á þessa formúlu hérna hægra megin, eða formúla fyrir heildarorku er þá grunnorka sinnum pal og pal stendur fyrir álagsstuðli og á myndinni hérna vinstra megin að þá getum við svolítið fundið út eða við getum svolítið svona áætla hvar við erum stödd. Það er svona ef ég myndi bara fyrir mitt leyti skoða að ég held að ég væri í svona starfi sem krefst einhverjar hreyfingar eða reglulegar æfingar. Þess að ég er að sinna reglulegum æfingum, ég er að æfa kannski 4-5 sinnum í viku og ég er í starfi þar sem ég er svolítið á hlaupum. Þetta er ekkert eina starfið mitt. Ég er svo sem sitt ekki mikið á rassinum. Það er svona ég myndi áætla að ég væri kannski hérna sinnum kannski 1,7, 1,8. Það er svona ég væri búin að finna út með Harris Benedict formúlunni hvar grunnorkan er og síðan myndi ég margfalda það með þá kannski 1,7 og þá fæ ég út heildarorku. Svona að gera, það er í verkefnabókin ykkar, þá eru að æfa ykkur að reikna ykkar grunnorku og heildarorkuna sömuleiðis. Það er svona hreyfing skiptist þá kannski eins og ég segi í æfinguna og þessi daglega hreyfing sem kemur kannski að hvað hvort að fólk sé að vinna, í erfiðisvinnu eða þess háttar. Þetta er svo sem ekkert eitthvað sem þið þurfa að læra almennt en þetta er svona við erum aðeins að spá bara svolítið kannski í ljóstillífinu að plönturnar nota sólarorku til að búa til glúkósa og losa súrefni út í andrúmsloftið og þannig eru kannski plantana orkugjafa fyrir aðrar lífverur og þar á meðal okkur og þannig endurvinnur líkaminn orkuna sem plantan tók frá sólinni og notar hana til að
knýja alla starfsemi sína og það það bara allt frá hjartslætti til vöðvavinnu og síðan þetta svona lokuð hringrás að plöntur taka inn koltvíoxíð og gefa frá sér súrefni. Þetta kannski svona þetta pínu flókið eins og segja þetta bara meira til gamans og við notum súrefnið og brennum sykur og losum koltvíoxíð og þannig þetta bara svona stöðugt orkuflæði. En eins og kemur hérna fram þið þurfum ekki að læra efnaformúluna. Mælieiningar fyrir orku. Þegar við tölum orku í tengslum við líkama og fæðu þurfum við að skilja kannski svolítið mælieiningarnar sem notaðar eru. En við, tvær algengustu einingarnar eru þá kílókaloría eða hitaeining og það svo orka sem þarf til að hita 1 kíló vatn 1 gráðu á Celsius. Og við Íslendingar notum svolítið þessa formúlu meðan kannski eins og í alþjóðlegu mælieiningunum að þá notaðu meira kannski eins og kílósjúl og þá það svo sem þetta sama, þá bara verið að tala 1 kílósjúl það varmamagn sem 1000 vött skil á 1 sekúndu. Það svona þannig getum við sagt að bæði kannski eins og segi kaloríur og kílósjúl mæla sama fyrirbæri eða mæla orku en kannski í mismunandi einingum. Svipað kannski bara eins og að mæla lengd í metrum eða tommum, skiljiði. En eins og við fórum yfir síðasta tíma á umbúðum matvæli oft sýnt þessar báðar einingar og við erum meira að horfa á kannski kaloríunar, hitaeiningar. Mælieiningar fyrir orku, hérna bara eins og orkuefnin sem gefa okkur orku, það kolvetni, prótein og fita. Kolvetni gefur okkur 4 kaloríur per gram, próteinið 4 kaloríur per gram og fita 9 kaloríur per gram. Hérna bara svona dæmi verið að sýna hvað hitaeiningu, eða hversu margar hitaeiningar mismunandi fæði að gefa okkur. Sem við hérna eins og kjöt og fiskurinn og kjúklingurinn að gefa okkur meira heldur en eins og grænmetið. En síðan erum við hérna eins og avokado, hann náttúrulega inniheldur mikla fitu og gefur okkur líka miklar hitaeiningar og góða fitu, góða holla fitu. Og já, við skulum nú skoða kannski svona hvernig líkaminn nýtur orkuna sem hann fær úr fæðunni. Ja, allt sem líkaminn gerir frá því að halda okkur lífi til þess að hreyfa okkur og vaxa krefst sem sagt bara orku og þessi orka kemur svona öll úr orkumynduninni sem á sér stað kannski þegar eins og næringarefnin eru innbyrgð og brotin niður og síðan frásóguð og getur síðan nýst líkamanum. Áhrifaþættir grunnorkunnar, nú erum við farið svona yfir eins og töfluna að með aldrinum orkunotkunin kannski mest þegar við erum yngst, við erum að þrefalda stærð okkar bara strax þegar við erum ungabörn og síðan dregur strax úr svona eftir tvítugt úr orkunotkuninni og því meir sem aldrum færist yfir því minnkar orkunotkunin og það oft bara út á formi sem sagt við erum að minnka vöðvamassan til dæmis. Síðan eins og með kyn, karlar þurfa meiri grunnorku og það út af auknum vöðvamassa og beinmassa. Til dæmis, meiri hæð kallar á meiri grunnorku og það segir sig kannski svolítið sjálft og sama með eins og með þyngd, því meiri þyngd, því meiri grunnorku. Það kemur bara bersýnilega ljós þegar við setjum þetta inn í formúluna. Hvernig þetta að koma út þar, skiljiði? Líkamshitinn hækkar 1 gráðu sem sagt eykur strax orkukostnaðinn og efnaskiptin það svona frekar hröð. Það svona, við getum líka bara hugsað þetta svona út frá umhverfishitanum, hlýrra umhverfi, minnkar orku þegar einhverju marki, þar sem líkaminn þarf síður að framleiða varma. En síðan krefst meira þegar það kaldara loftslag, þá krefst þess að hækka
að þá krefst það meiri orku.